Sjónvarpsþáttur er gerður af USVB eða Útvarps-, Sjónvarps- og Vídeófélagi Borgarness í samvinnu við Hölla eða Hörð Jóhannsson í nýja stúdíónu hans að Kveldhúsgötu 5 Borgarnessi. Á tökuvélinni er Hölli sjálfur en honum til aðstoðar eru þeir Sæmundur Bjarnason og Bjarni Jarlsson. Ég heiti Theodór Þórðarsson og mun stjórna þessum umræðum hér á eftir. Þó vil ég taka það fram að við viljum hafa það sem óformlegastar og frjálslegastar. Ég mun þá kynna þá sem eru hér mættir og bjóða þá hér með velkomna. Og þá er það fyrstur Eyjólfur Torfi Geirsson og hann kemur hér fyrir hönd knattspyrnudeildar, þar sem hann á sæti. Og næstur er Helgi Bjarnason, formaður körfuknattleiksdeildar. Og þá er næstur Yngvi Árnason, hann hefur átt sæti í stjórn körfuknattleiksdeildar og fleiri deildum hjá ungmennafélaginu og starfa þar dyggilega. Og að síðustu er það Gísli Halldórsson. Gísli var hér árum áður formaður ungmennafélagsins og er því öllum hnútum kunnugur og hefur starfað í ungmennasambandinu og fylgist enn með öllum deildum að áhuga. Og þessir menn eru hingað komnir til þess að ræða aðallega þessar tvær deildir. Það eru körfuboltadeildina og knattspyrnudeildina og hvert stefnir hjá þessum deildum, framtíð og horfur. Já, Eyjólfur, ef þú myndir þá vilja byrja að segja okkur hvernig stendur hjá ykkur í dag? Já, eins og allir borgnesingar sjálfsagt vita að þá biðu okkur þess örlög í lok mótsins að falla niður í 3. deild og var það að sjálfsögðu sorglegur endir á góðum endaspretti vegna þess að hvert lið í deildinni hefði mátt vera hreykið af seinni umferðinni, árangri liðsins í seinni umferð, en það vantaði herslumuninn, það munaði aðeins 3 mörkum, að við héldum okkar sæti í deildinni. Með yngri flokkana að þá stóðu þeir sig vel í sumar, við erum að fá unga og efnilega leikmenn upp. Við hefum lagt meiri rækt við yngri flokkana núna síðustu árin heldur en var áður og ég held að sú starfsemi skili árangri innan tíðar. Mér langar kannski að nefna aðeins í sambandi við aðra deildina að það í sjálfu sér kannski lítil eftirsjá ef miðað við þann kostnað sem að því leiðir að vera í annarri deild að falla niður. Vegna þess að eins og hún er skipulögð í dag, það er að í henni eru lið sem spanna yfir allt landið, allt frá Austfjörðum og suður á Suðurnes eða upp í Borgarfjörð, að þá er þetta orðið óbærilegur kostnaður fyrir þessi félög. Við fáum tiltölulega fá áhorfendur og þessi starfsemi er mjög dýr að gera út, til dæmis ferðakostnaður. Við verðum þá að reyna þetta skræpdagakerfi sem hefur gengið allar götur og það er takmarkað hvað fólk eða menn geta lagt á sig þetta svona laga lengi. Þannig að ég held að næsta ár hjá okkur það fari í það að reyna veru að borga skuldir frá þessu ári, að ná okkur upp úr þeirri skuldasúpu sem bæði við og önnur félög í annarri deildinni eru í eftir þetta sumar. Og þessari strákar eru staðráðnir í að vinna sig upp aftur. Við erum þá reynslunum ríkari þegar við komum upp og við getum hafa okkar störfum samkvæmt því. Já, Helgi, nú hérna er vetrastarfið að hefjast hjá ykkur og geturðu ekki sagt okkur svona hvernig staðan er og hvað er framundan hjá ykkur þá, þessu stundina? Já, Skallagrímur er í 1. deild Íslandsmótsins í körfuknattleik og hefur verið það núna undanfarið 3 ár. En þetta hefur nú gengið áraskipti á þessu hjá körfunni eins og í öðrum íþróttagreinum að það er misjafn árangur á milli ára. Þetta er ákaflega erfitt að halda
halda þessu með góðum standard í svona litlu bæjarfélagi eins og Borgarnesi er. Skallagrímur hefur bæði verið í deild neðar og deild ofar, þannig að þetta er svo sem viðunandi árangur eins og er. Að vera kannski í 10. sæti á landsmælikvarða, en miðað við íbúafjölda í Borgarnesi þá væri það kannski hægt að með sanngirni ætlast til þess að liðið væri þá í 20. sæti. Og þannig að ég held að það megi vel við það una. Yngri flokkarnir þeim hefur gengið vel svona yfirleitt. Þetta er hörð samkeppni og það er misjafnt á milli aldursflokka hvernig gengur. Og stelpunum hefur heldur gengið skár heldur á strákunum og þeir hafa staðið sig mjög vel, staðist jafnveldur sínum vel snúning á þessu sviði. Það sem framundan er náttúrulega keppnistímabilið í vetur. Keppnistímabilið körfuknattleiksmannanna er veturinn og nú er það náttúrulega ákvörðunarstigi hvernig á að taka á þeim málum á þessu keppnistímabili, sambandi við þjálfun og þess háttar. Hvernig horfir þetta við þér hjá körfuknattleiknum í dag? Já, útlitið er alls ekki nógu bjart og það verður að segjast eins og er að undanfarin ár sem ég hef eitthvað skipt mér að þessum málum, þá hefur mér róðurinn fundist vera býsna þungur. Og það má nú kannski segja það að þetta hafi byrjað í upphafi með því að við töpum héðan manni sem hélt þessum vel á floti hér, Gunnar Gunnarsson, sem þjálfaði hér nokkra ára skeið. Þá kom smá ládeyða í körfuknattleikinn. Það spilaði þar inn í líka að við vorum húslausir eða vorum með lítið hús og hylti undir þetta nýja og allir voru að bíða eftir því og þetta svona dró töluvert úr áhuga þarna á tímabili. Eftir að nýja húsi kom þá lifnaði þetta nú allt við, hvað áhuga snertir. Við fengum hingað erlendan þjálfara þá strax fyrsta árið og höfum verið með 2 síðan. Einn sem var 2 keppnistímabil og svo einn sem var hjá okkur í fyrra. Og svona þegar að litið tilbaka þá er þetta nú líklega mergurinn málsins að lítið bæjarfélag með kannski lítið úrval leikmanna kosta til kaupa eða ráningar á erlendur leikmanni og þjálfara. Það hefur nú alltaf verið þannig að leikmaðurinn eða sá hluti af þessum manni, hann hefur nú alltaf vigtað töluvert stórt. Menn hafa nú svolítið einblínt á það. En ég álít að þar hafi við tekið nokkuð skakkan pól. Við þurfum fyrst og fremst þjálfara og í raun og veru kannski ekki hægt að ætlast til þess að góður þjálfari geti einnig leikið með liðinu. Ég held að það þurfi býsna heilsteyptan mann og duglegan og ósérhlífinn til að standa sig í því hlutverki. Heldur að sé kannski hægt að hafa þetta eins og það var hér á árum áður þegar að Bjarni Backman og Guðmundur Sigurðsson voru íþróttakennarar og höfðu með þjálfun jafnframt að gera. Heldur að vera hægt að fara í þetta horf að einhverju leyti með körfuboltann og þá kannski fleiri íþróttir? Já, ég held að þetta sé eiginlega það sem við þurfum. Ef við gætum dregið einhverja óskamynd upp af þessu hérna hjá okkur í dag, þá eru til dæmis erlendir leikmenn, þeir eru engin nauðsyn. Svo þetta gengur jafnt yfir alla. Það er spurning hvað þeir skilja eftir sig í sambandi við þjálfun og tækni og annað þvílíkt. Ég held að núna í augnablikinu höfum við yfir, minnst kosti
víða land, góðum þjálfurum sem gefa þeim ekkert eftir. Jú, svona rakettu kallar, maður má kalla á það að þeir náttúrulega glæða leikinn svolítið lífi, en við náum aldrei heilsteiktu liði hér í Borgarnesi eða nógu mikilli kjölfestu í rekstur og samstöðu og annað sem tilheyrir, nema við fáum hér einhvern innfæddan eða einhvern mann hér þjálfara sem er tilbúinn að fórna sér og sínum heiðri í að drífa þetta áfram. Og best að þessi maður væri í þjálfarahlutverki og væri klár þjálfari. Já, Gísli, þú getur nú sagt okkur hvernig að þér líst á ástandi hjá þessum deildum, bæði hjá fótboltanum og körfunni. Þú hefur nú fylgst með þessum langan tíma. Já, mér langar nú að byrja á því að þakka fyrir það að fá að vera hérna í fyrstu upptökinu hérna í stúdíóinu hjá honum Hölla. Því að þetta er áhugamennska og auðvitað íþróttir áhugamennska, en þetta er líka áhugamennska og það ber að virða það. En staðan hjá okkur í þessum tveim deildum í dag er ekki nóg góð. En við höfum oft staðið okkur vel. Borgarnes er búið að vera lengi í körfuboltastaður. Það er búið að vera á annan áratug. Hér voru frumkvæmlega því eins og Guðmundur Sigurðsson og Bjarni Backman, og þeir áttu sinn heiður og lögðu sinn heiður í það að koma þessu upp. Nú þetta síðan kemur Gunnar Gunnarsson og þjálfar hér og leikur með okkur nokkurn tíma. En núna síðust árin þá höfum við verið með í körfuboltanum erlenda þjálfara. Við höfum þar náttúrulega gert eins og önnur lið. Hvert þetta er rétt, það er ég ekki sannfærður og ég held að það sé alveg rétt sem Ingvi kom inn á, að það má vera ansi mikið í þeim manni að maður getur bæði verið góður þjálfari og góður leikmaður. Og ég veit ekki hvað þetta gera þær kröfur til mannsins. En það er áreiðanlega æskilegast ef við getum annarkvort alið þennan mann upp hér á staðnum sem að getur tekið þessa þjálfun að sér, eða þá að við fáum innlendan mann sem vil sitjast hér að og leggja sínar frístundir í að halda þessu á floti og sinn heiður, því að þetta svona þjálfarastörf, þau er ekki bara að vinna, þau eru áhugi og hugsjón. Nú í sambandi við knattspyrnuna, þar finnst mér að við höfum náð miklum árangri á síðustu árum og höfum stigið þar stór skref. Við höfum aldrei verið neitt framalega í knattspyrnunni fyrir núna á allra síðustu árum. Nú þar höfum við aftur dalað núna á þessu keppnistímabili. Þar finnst mér koma alveg greinilega í ljós að það sé ekki rétt stefna í þjálfaramálum, vegna þess að þjálfarinn, hann kemur fyrir það fyrsta allt of seint. Þjálfarinn er að koma inn í þorpið leið og fyrstu leikirnir eru. Enda er árangurinn á fyrri keppnistímabilinu, hann er slakur, en á seinni tímabilinu er hann bara góður. Ef við hefðum þann árangur allt tímabilið, þá held ég við værum ekki að ræða það að vera komið niður núna. Þannig að mér finnst að þetta séu mál í báðum deildunum, það eru þjálfaramál. Nú eins má geta þess að það eru orðin fjölbreyttari tækifæri í íþróttum í Borgarnesi með betri aðstöðu. Það er fólk að taka þátt í handbolta og fleiri greinum og við erum ekki mjög mörg þó okkur hafi fjölgað á undanförnum árum, en þá náttúrulega dreifist mannskapurinn á fleiri greinar og þannig að það má búast við því að það sé einhver lægð, og það er alltaf í íþróttum einhverja lægðir á milli og toppar, en það er mjög æskilegt ef við farum vel á stað, þá kemur áhugi fólksins og það er það sem að vantaði í sumar til dæmis í knattspyrnunni, og við fórum slaklega á stað og fólkið var þess vegna ekki með eins mikinn áhuga, eins og ef að þetta byrjar vel þá stendur fólkið þéttar að sínu liði. Nú, þá eru komin fram hér ýmis sjónarmið varðandi
deildirnar og við skulum bara byrja á því að ræða þau nánar og reyna að fá fram svör við þessum sem hefur komið fram. Eyjólfur, ef við byrjum þá á knattspyrnunni og hefur þú ekki einhverju við þetta bæta sem hefur komið fram eða við það athuga jafnvel? Jú, ég held nú kannski að við höfum verið að tala of mikið afleiðingar en ekki orsakir þessa vanda. Ég vil til dæmis nefna það að í vetur að þá eru aðeins 3 eða 4 af þessum knattspyrnumönnum sem spila með í sumar eru hér í Borgarnesi í vetur. Aðrir eru annarkvort í námi eða þá við störf annars staðar. Og ég held að þetta sé mitt vandinn að unglingar, þeir eiga ákveðlega takmarka möguleika að halda áfram hér í skóla og þeir verða að fara annað til þess að leita sér náms. Og þetta þýðir það að það kemur losa mannskapinn, sumir skipta félög, fara í önnur félög og þannig erum við í raun og veru uppeldisstöðvar fyrir önnur félög. Við fáum ekkert greitt tilbaka þessum kostnaði sem við höfum lagt í þjálfun á þessum mönnum. Þarna aðrir sem sagt að taka árangur á okkar starfi. Margir af þessum mönnum þau koma ekkert aftur, þeir spila annar staðar. Þannig að ég held að orsakanin sem miklu frekar að leita í þessu að námið hérna er takmarkað, svo ég sagði, og þeir verða að leita þess annar staðar og þetta leiðir ósjálfrátt til þess að stór hópur af þessu fólki sem er búið að þjálfa upp, að það er farið og það er ekki mannskapur í það að fylla þau skörð sem eftir eru. Og með þjálfaran í samtökum knattspyrnu í vor, hann skyldi koma þegar mótið var að byrja, það er alveg rétt og það er líka aðra ástæði fyrir því að hérna í Borgarnesi ákvæmlega erfitt að fá húsnæði til leigu fyrir aðila sem vilja koma hingað stuttan tíma og til dæmis urðum við að vera með þjálfaran á hótelinu fyrsta hálfa mánuði að þau koma hann ekki húsnæði. Þetta skapar ákveðin vandamál og þetta er ekki það að við viljum ekki hafa þessar hluti svona, heldur verðum við aðlaga okkur aðstæðum og þar eru þau eins og ég hef lýst hér. En heldur þú Eyjólfur að það sé ekki möguleiki að laða fleiri kannski að fótboltanum, að fleiri taki þátt, að það skapist meiri breidd þá kannski hjá yngri flokkum líka ef að hér er þið gerður grasvöllur? Jú, vissulega, það er draumur hvers knattspyrnumanns að hafa grasvöll en hann er ekki til staðar í dag og sjálfsögðu leggjum við allt munum við beita allum okkar þrýstingi til þess að fá hann innan tíðar og þessi aðstæða sem er fyrir í dag, þessi malarvöllur, hann beinlínis hindrar það að við getum fengið hingað góða knattspyrnumenn sem myndu kannski ýta meira undir áhuga hérna á staðnum að sækja þessa leiki. Það er tvennt ólíkt að horfa á leik sem fer fram á grasvelli eða þann sem fer fram á möl. Þegar ég var að ræða við mennum að taka þátt í þessum þætti og ræða þessi mál, að þá heyrði ég það að það hafi einn áhugasamasti áhorfandinn að leikjum í sumar og jafnvel fleiri ár. Það hafi verið Helgi á Þurstöðum og hann hafi komið að máli við menn og boðið fram túnþökur á grasvöll ef að menn væru með staðinn fyrir þær og tilbúin að leggja þær. Kannastu við þetta? Já, ég kannast við þetta og þessi eins og áhugi Helga fyrir þessum knattspyrnu að hún mætti vera mörgum til fyrirmyndar og ef að allir sýndu sama áhuga á hann og fórfísni í sumar, hann lagði á sig ferð til Njarðvíkur, til Húsavíkur og ef allir sýndu sama áhuga hann hefur sýnt þá þurftum við ekki að kvarta yfir Borgarnesi. Og þetta er alveg rétt, hann hefur boðist til að leggja fram þökur á völli, hann vil leggja sitt á mörkum til að knattspyrnan dafni og ég vona það að þetta verður fleiri mönnum til eftirbreytni. Já, Helgi, hvað segirðu mér hérna, hefur þú ekki einhverju við að bæta þess að komið hér fram núna? Jú, það verður þó helst í sambandi við þjálfaramáli sem var nú aðalega rætt hérna áðan. Þessi menn sem voru hérna fyrirsvari fyrir körfuboltanum þegar að útlendingarnir komu í íslenska körfubolta að þeir tóku þá ákvörðun að taka þátt í þeim dansi sem að þá byrjaði. Það var fyrir þá
og eins hefur það verið síðan, að það var spurningin hvorum megin línunar átti Borgarnesliðið að vera. Ætlaði liðið að standast í samkeppninni við önnur lið og ætlaði að vera með í baráttunni, vera með í tveim efstu deildunum, eða ætlaði liðið að fara alla leið aftur niður sem það hafði nú gert ekki nema 2-3 árum áður. Og þeir taka þessa ákvörðun sem að ég tel að verið rétt, þeir taka ákvörðun að taka hingað erlendan þjálfara. Nú það sem að skeði við þetta, sem að skeði hér eins og alls annars staðar, að jókst mikið áhugi fyrir íþróttinu. Staðan fyrir það að hér voru til dæmis í Reykjavík, að voru að horfa á leiki svona 10-15 manns, að þá fóru þetta upp í 100 manns á suma leiki og jafnvel 1000 og þetta stór jók allan áhuga fyrir þessar íþróttagrein. Og síðan hefur það skeð að það hefur komið ákveðin þreyta í þetta og þetta nýja brum hefur farið af þessu eins og öðru og ég held að við stöndum núna frammi fyrir þeirri ákvörðun og enda hefur það verið mikið rætt innan þessar íþróttar að kannski að loka á þetta aftur. Það hefur komið fram miklir vankantar á þessu. Fyrst og fremst að þetta hefur verið svo dýrt að liðin hafa ekki risið undir þessu og við höfum lent í sjálfsögðu í sömu vandræðum hérna, ekki minni. Og síðan hefur það sem var verið að ræða á í sambandi við unglingaþjálfunina og þjálfun þessara manna, að við höfum alltaf í okkar, þegar við höfum verið að fá þessa menn, þá höfum við alltaf lagt á það áherslu að þetta væru góðir þjálfarar. Og það hefur síðan reynst svona og svona. Ég lýst þér á þessa hugmynd sem kom fram þarna hjá Yngva áðan að færa þjálfunina kannski yfir á skólastigið aftur. Já, það verður svo góðra gjalda vert ef að skólinn vildi taka að sér alla þjálfun hérna í Borgarnesi og ég var ósköp ánægður með það, en ég held að þetta sé nú bara óraunhæft eins og málin í dag. Við erum með keppnislið sem er í strangri keppni og þetta verður aldrei hægt að koma yfir á skólan. Nú það er breyttir tímar frá því sem var þegar að Bjarni okkar Backman var að fást við þessi mál og hann gerði alveg frábæra hluti með þetta á sínum tíma og byggði þetta upp. Þessi strákar sem hann þjálfaði á sínum tíma á árunum fyrir 1970 og gerði þá að Íslandsmeisturunum hérna í 3. og 2. flokki 2 ári í röð, að þeir hafa verið undirstaðan í þessum körfubolta hjá okkur alveg fram eftir þetta og er enn. En það er bara breyttir tímar í dag og þetta getur enginn gert í dag. Já, það er náttúrulega í sambandi þetta sem Helgi var að ræða með skólan og auðvitað þetta breyttir tímar. En hann kom réttilega inn á það að þetta er ennþá kannski í kjölfestan í körfuboltanum hérna. Þessir drengir sem að voru aldir upp hér í leikfiminni og í þjálfun hjá leikfimiskennurunum. Og það er áreiðanlega mjög æskilegt að íþróttakennarar hafi svona áhugasvið og geti þjálfað að einhverju leyti. Þeir hafa náttúrulega mikla hæfileika til þess. En það gerist náttúrulega ekki öðru sem þeir hafi á því áhuga. Og auðvitað er þetta með þjálfun eins og mörg önnur svona störf að þetta er áhugamennska fyrst og fremst. Finnst ykkur það ekki? Jú, ég myndi nú vilja aðeins að leiðrétta spyrjandann hérna að svo í sambandi við þetta að það er nú ekki það að ræða sér að færa þjálfun yfir á skólan beint og eins og Gísli minnist á að þetta er spurning áhuga manna kannski sem eru í starfa hjá skólan og ég dauðöfunda frjáls íþróttamenn í Borgarnesi yfir þá að hafa hér áhuga sama manni í frjálsum íþróttum og hann hefur svo sem stuttið bakið á okkur í körfuboltanum líka og það ekki skilið fyrir það. En ég held nú að til dæmis ef við reyndum að sjá út einhverja leið, einfalda leið til þess að afla okkur þjálfara hér til þess að drífa þetta upp hjá okkur, þá held ég að skólinn sé svona kannski einna nærtækastur að við
hreinlega rækjum þannig skólapólitík hérna í kennararáðningar og annað, að þetta væru menn sem að væru tilbúnir að fórna sér og hefðu áhuga á að fórna sér í æskulýðsstarfi. Ekki endilega einhverjum afmörkuðum greinum, þarna menn þurfa ekki endilega að vera íþróttakennarar, þeir geta verið þjálfarar fyrir því, þeir geta verið bara venjulegir kennarar og það má benda á skólastjóra og venjulega kennara sem hafa gert garðinn frægan í þessum efnum. En ég held að þegar að við skoðum þessi mál í dag og hvað er framundan, þá líst mér nú ekkert allt og vel á blikuna eins og er. Við eigum mjög efnilega unga menn hérna. Þeir eru eins og Eyjólfur minntist á hérna fyrr. Þetta eru býsna kröfuharður hópur. Þeim langar og æðsti draumur hvers íþróttamanns er að komast í sem best lið til að ná náttúrulega góðum árangri. Þeir endast oft ekki og hafa ekki, hvað við segjum, þol og þrek til þess að vera að gulla með einhverjum lélugum liðum. Ég held að það sem við verðum að gera hérna og núna í framtíðinni og vonandi hjálpar til dæmis Fjölbrautaskólinn á Akranesi okkur það að okkur gangi betur að halda í unglingana hérna heima og allavega eitthvað lengur. Að fyrsta málið okkar hérna er með einhverju ráðum að fá hingað mann sem tilbúin er að taka sér þjálfun í körfubolta eða fótbolta, þetta á sjálfsagt við í báðum tilvikum. Maður sem tilbúin er að setja þérna að, maður sem getur fengið hér starf, þannig að hann geti vel við unað, íbúðarmál og annað. Það er nú eitt allsherjar vandamál hér í Borgarnesi sem stendur, húsnæðisvandamál. Það þarf að taka á því, þetta er allt meira og minna samantvinnað. Og í sambandi við uppbygginguna sjálfa, svona kannski utan við venjulega þjálfun og það sem að fram fer undir stjórn þjálfara í íþróttahúsinu, þá held ég að sé ekki minna atriði að það er að skapa hérna aðstöðu úti við. Til dæmis eins og sparkvelli, útikörfur og annað, að svona í gegnum árin þá hefur maður nú kynnst þessum Ameríkönum sem hafa verið hérna hjá okkur. Og það er rauði þráðurinn í allri uppbyggingu þeirra í þessari íþrótt voru úti leikvellir. Bara jafnvel á bílskúrskaflinum heima hjá sér. Þá byrjuðu þeir þar kannski 5-6 ára gamlir að þjálfa sig og þeir meira segja enn þann dag í dag að þá koma menn saman, þó þeir séu jafnvel atvinnumenn í greininni. Þá koma þeir saman svona gamlir félagar og spila undir berum himni í sínum frítímum. Svona leikbolta sem er náttúrulega allt annars eðlis og óstressari heldur en keppnisbolti sem að þessi menn er að fást við. Í sambandi við til dæmis körfuboltan sér hérna í íþróttahúsinu að þá er náttúrulega saumað að okkur nokkuð að hérna til þess að við fáum upp sterkt lið, þá myndum við þurfa að hafa hérna, sterkan fyrsta flokk hérna á bak við okkur, menn sem hefðu áhuga á að stunda þessa íþrótt, tilbúnir að hoppa upp í meistaraflokk ef þeir standa sig vel. En við höfum þarna aftur á móti mínusa, við höfum aðrar íþróttagreinar sem að toga óneitanlega svolítið í mennina ef að þeir komast ekki að hjá okkur. Og það er nú svo sem ekkert hægt við því að segja en það má nú benda á það að í ekki stærri bæjarfélagi en þetta að þá er ákaflega hæpið að þetta geti gengið til lengdar. Við getum aldrei náð hérna upp einhverju íþróttagrein, til dæmis vetraríþróttagrein, án þess að það bitni á einhverjum öðrum. Nú, einu svo spurning sem að maður hefur heyrt, svona eins og maður segir utan úr bæ, að það er hvort að heimamenn hefðu þurft nokkra hjálp við að falla niður í fótboltanum, niður deild.
hvort að hefði þurft að vera að leggja í þannig kostnað og flytja inn mannskap með fyrirhöfn, hvort að heimamenn hefði ekki verið einfærir það. Hvað viljið þið segja þessi mál? Jú, nú í sambandi við þetta þá ná hægt alltaf að vera með svona hártoganir þessi mál og þetta kemur nú ekkert, það nú komum við á fleiri stöðum að vera flutt mennir inn í bæinn. En við höfum ekki sem sagt gert þessa hluti bara til þess að flytja mennin inn. Við erum að þessu til þess að styrkja liðið. Að fá betri menn heldur við til staðar. Staðreyndin sú að breyting hjá okkur ákaflega lítil. Og það kemur að því að yngri flokkunum hefur ekki verið sinnt mörg undanfarin ár og við höfum ekki fengið upp nógu sterkan einstaklinga. Og líka það að til dæmis þriðja flokk, við höfum ekki getað haldið honum út í 2 ár. Vegna þess að þar hafa menn ekki viljað leggja það á sig að vera í móti. Það þarf að leggja á sig við æfingar. Þeir hafa ekki nefnt að það þarf að ná upp þreki hjá þeim. Þeir nenni ekki að leggja það á sig. Þeir hafa verið komið þegar að byrja að spila. Þeir telja sig ekki þurfa neitt að æfa. Og alltaf var niðurstaðan sú hjá okkur að við töldum ekki rétt að vera leggja í þennan kostnað. En sem sagt, ef ég svara þessar spurningum með að flytja inn menn, þá erum við að því til að fá sterkara einstaklinga. Við gerum það líka til þess að kannski að fá fleiri áhorfendur, af því þá koma skemmtilegri leikmenn. Og niðurstaðan sú að við hefðum sjálfsagt alveg fallið niður þó að vera með heimamenn. Ég ekkert að lýsa vantrausti á heimamenn. Ef menn eru það sterkir að þeir verðskulda það að vera í hópnum, að þá hafið fengið tækifæri, en annars ekki. Já, Gísli, hvað vilt þú segja þetta? Heldur að væri hægt að leggja áherslu á þá yngri flokka til að byggja upp sterkan grunn? Já, auðvitað væri það náttúrulega æskilegt og hefur nú verið reynt að leggja áherslu á yngri flokka, en það má greinilega leggja meiri rækt við þá til þess að reyna að ná mönnum upp. En ég hygg að það hefur verið alveg hárrétt ákvörðun að við urðum að styrkja liðið. Við höfðum ekki nóga breidd hér á okkar heimasvæði og við urðum að styrkja liðið. Og þess vegna var þetta gert. Þetta ekki gert af því að menn vilji fá einhverja utanbæjarmenn, heldur vegna þess að liðið var ekki nóg sterkt og það þurfti að styrkja það. Og þetta var held ég alveg hárrétt ákvörðun. Og þó að svona hafi tekist til að þá það hvort ég hægt að kenna það einum né neinum. En öðru mér finnst þó fyrst og fremst kannski að það væri mjög til athugunar að reyna að fá einn þjálfara í knattspyrnu sem að ætti hér heima, ég held það sé mjög mikið atriði. Þannig að hann gæti farið að þjálfa liðið fyrr. Nú eigum við komið inn á það reyndar að mítja þessu mönnum, þeir eru í skólum, í burtu, þeir kom ekki heim fyrir undanleiti sem mótið byrjar. Og þetta náttúrulega allt örðuleikar sem að er erfitt að ráða við. En það alveg á hreinu að það var rétt að taka þessa ákvörðun. Já, Helgi, hvað segir þetta? Ég vil bara segja það að okkur má ekki taka hérna inn menn eins og að þeir fari hérðan í burtu. Þetta er gangur lífsins, þetta er árnar breytingar á þessu frá því sem áður var, að menn voru áður í blindri félög voru eins og trúarbrögð, að menn voru alltaf með sitt félag og voru í því sama hvað ágekk. Nú eru þarna að vera félagaskipti mikið algengar heldur en voru og strákar sem ekki eiga möguleika því að komast í lið hjá öðrum félagum, að þeir hafa áhuga að spreyta sig annars staðar. Og það er vel þegið því að eins og staðan var hérna þegar þessi ákvörðun var tekin 1,5 ári síðan af knattspyrnumönnunum að taka þessa menn hingað, að þá lá það fyrir að sá maður sem hafði verið besti maður liðsins árið áður og komið í stærstan þátt í að komið í upp deild, að hann er að fara í annað félag
og það lá beint hrun við liðinu. Það hefði sjálfsagt ekki unnið einasta leik allt kemstímabili ef þetta hefði ekki verið gert. Þannig að þetta var alltaf hárrétt ákvörðun hjá þeim á sínum tíma, en svo er það annað mál að svona gengur það náttúrulega ekki til langframa, hvorki með erlenda þjálfara eins og hefum í körfunni og aðkomið leikmenn í knattspyrnunni. Þetta er náttúrulega ekki sem að byggja þetta upp fyrir framtíðina, heldur þetta bráðabirgðar ástöðum sem að ekki neitt byggjandi á. Nei, Yngvi, hvað heldur þú? Heldur að þetta sé kannski frekar þá styrkur, auki breidd í liðskipan heldur en hitt? Ég held að þetta hljóti að glæða áhuga á íþróttinni og ég set mig ekki á móti svona löguðu. Það eins og Helgi kom inn á að við sjáum á bak á mörgum góðum manninum, verðum að fá einhvern í hans stað. Við verðum bara í sjálfum sér að standa okkur í því að skapa sem sagt aðstöðu þannig að menn vilji vera hérna, sama hvaðan þeir koma. Hvert þeir verða hér kjöld frá unga aldri eða hvert einhverjir nýir koma. Við verðum bara að skapa þá aðstöðu þannig að menn hafi áhuga á því að vera og taka þátt í þessu með okkur. Nú, það þetta sígilda að tíminn hlaupinn frá okkur, spólurnar að verða búnar og við verðum að fara að ljúka þessu og ég vil þá byrja á Eyjólfi. Eyjólfur, ert þú ekki með einhver loka orð til okkar? Jú, við höfum rætt það að þau þurfum að gera hitt og þetta, þurfum að fá okkur utanaðkomandi til þess að hjálpa okkur í gegnum þetta. En ég held að við verðum líka að líta í eigin barm og þá ekki síst foreldrarnir vegna þess að íþróttir að þau eiga stóran þátt í starfi og lífi unglinga eða barna hérna. Þannig ég held að vandamálin verði leyst að hluta til með því að foreldrarnir verði virkari í störfum og við leggjumst allir á eitt að færa það sem við höfum farið til betri vegar. Takk að þér. Og Helgi, nokkur orð að lokum? Já, það í fyrsta lagi það að það verði allir að hjálpast að til þess að drífa þetta áfram, bæði fólkið hér í Borgarnesi almennt, foreldrar og ekki síst leikmennirnir sjálfir, bæði í yngri og eldri flokkum. Öðruvísi gengur þetta ekki og það þýðir ekkert fyrir neitt af þessum aðilum að vera að leika neitt prímadonnu hlutverk. Það verði allir að hjálpast að og ekki síst í sambandi við yngri flokkana þar sem að krakkarnir, þetta er mjög veigamikill þáttur í þeirra uppeldi, þessi íþróttastarfsemi hjá meiri hluta af krökkunum, þannig að það verði allir að hjálpast að þess að þetta geti gengið. Þetta gengur ekki að sjálfu sér. Og Yngvi, örfá orð að lokum? Já, ég myndi nú bara vilja beina þeirri spurningu og óskum leið til fólks hér í Borgarnesi að því hefur verið haldið fram að mörgu hérna að fólk vilji hvergi vita af unglingunum sínum frekar en niður í íþróttahúsi. Og mér finnst málið snúast það núna í dag. Eru foreldrar og allur almenningur hér í Borgarnesi tilbúnir að leggja eitthvað á sig til þess að halda þessu gangandi, til þess að vita af æskunni þarna niður frá áfram eins og hún hefur verið. Þetta, altså við getum ekki kvartað yfir því einhverjum útgjöldum og öðru í sambandi við þetta. Þetta útgjaldana virði fullkomlega og ég ætla að biðja fólk bara að hugsa svona kannski tilbaka til síðasta vetrar góðu minningarnar sem það átti úr þessu húsi, hvert það vill sjá á bak slíkum atburðum eða ekki. Íþróttir eiga náttúrulega fyrst og fremst að vera almenningsíþróttir. Það áreiðanlegt að allir hafa gott af þátttöku í íþróttum. Borgnesingar hafa góða aðstöðu til íþróttaiðkunar. Hún hefur verið sköpuð á síðustu árum og hefur verið mikið notuð og ég held að það fari ekki á milli mála að það hafi margur ungur maður og kona haft gott af því. Keppnisíþróttir eru líka nauðsynlegar, þær eru skemmtilegar og þær eru heiður hvers byggðarlags, þess vegna á að leggja í þær líka metnað. En umfram allt eru íþróttir fyrir alla. Takk að þér. Við vonum að þessi þáttur hafi veitt Borgnesingum innsýn í mál Ungmennafélags Skallagríms
sérstaklega þó þessara tveggja deilda, það er körfuboltans og fótboltans, og fólk verði fróðara þau vandamál sem þar er við að etja og þá erfiðleika sem að þessir menn og þessar íþróttir verða við að glíma. Nú, þessi umræða sem hefur farið hérna fram, henni er náttúrulega ekki lokið, það getur alltaf orðið framhald á henni, hvað svo sem það verður, hvort sem það verður úr stúdíói frá Hölla eða annar staðar, að það verður tíminn að skera úr en við verðum kannski með svipaðan þátt einhvern tíma seinna og þá kveðjum við og segjum bless.